Þeir eru nú metnir á milljarða króna hlutafjáraukning í undirbúningi. Við heyrum í fjármálastjóra Plain Vanilla. Verðmæti tölvuleikja fyrirtækisins Plain Vanilla sem gaf út leikinn QuizUp fyrir iPhone og iPad hleypur núna á milljörðum króna. Hlutafjáraukning í undirbúningi. Þá unnið að gerð QuizUp fyrir Android stýrikerfið. Þorbjörn Þórðarson tek við. Vinsældir tölvuleiksins QuizUp sem íslenska fyrirtækið Plain Vanilla gaf út eru ævintýri líkastar. Núna hafa 1,7 milljónir manna sótt leikinn í App Store-verslun Apple á aðeins 13 dögum og unnið að útgáfu leiksins fyrir síma sem styðjast við Android stýrikerfið. Áður en QuizUp kom á markað hafði fjárfestingarsjóðurinn Sequoia Capital tekið þátt í hlutafjáraukningu í Plain Vanilla upp á $2 milljónir. Var þá rætt að virði fyrirtækisins væri nálægt $15 milljónum, jafnvirði 2 milljarða króna. Það er mjög erfitt að henda reiður á það nákvæmlega. Hversu mikils virði fyrirtækið er? Hversu mikils fyrirtækið er, það er nokkuð mikils virði. Svona tölur sem geti komið Íslendingum svolítið spánst fyrir sjónir. Að svona ungt fyrirtæki með svona unga vöru sé orðið nokkuð mikils virði. Ljóst að verðmæti Plain Vanilla hleypur á milljörðum króna ef það var 2 milljarða króna virði áður en QuizUp kom á markað. Hvað eru þið Þorsteinn, stofnandi Plain Vanilla, búin að græða mikið á þessu? Við erum ekki búin að græða neitt. Þið hafa ekki selt neitt hlutabrif þegar Sequoia Capital kemur inn með fjármagn? Það hefur ekki gert sko. Óvíst hvort hægt sé að græða peninga á QuizUp enda leikurinn gefins. Ein leið að selja auglýsingar, önnur að leyfa notendum að borga fyrir breytingar á umhverfi leiksins. Okkar hugmyndir að þetta verði komast kannski á svipaðan stað með þetta vörumerki eins og Angry Birds í dag sko. Og ætlið að fara í annað lokað hlutafjárútboð á Plain Vanilla? Það geti vel verið. Og eru slíkar hugmyndir kannski á teikniborðinu? Já, það er allan að vera að hringja í okkur frá erlendum fjárfestum.